Góði gestir, ég ætla að bjóða ykkur öll hjartanlega velkomin. Ég heiti Ólöf Kristín Sigurðardóttir og safnstjóri Listasafns Reykjavíkur. Tilefnið sýningin Olga, þriðji og lokakaflinn í 4 ára rannsóknarverkefni Listasafns Reykjavíkur, þar sem sjónum beint að hlut kvenna í íslenskri listasögu. En árið 2021 hlaut safnið 3 ára öndvegisstyrk safnaráðs til að stofna tímabundna rannsóknarstöðu í samstarfi við listfræði hugvísindasviðs Háskóla Íslands. Styrkurinn var til 3 ára. Í kjölfar auglýsinga, árlegra auglýsinga, var staða veitt til 1 árs í senn fræðimönnum sem lögðu fram rannsóknarviðfangsefni sem birtast skyldi í sýningu, útgáfu, málþingi og annarri miðlun. Heyrið alveg þokkalega í mér. Gott. Við erum að reyna að halda svona lífvænlegu lofti hérna inni, þess vegna opið. Já, annarri miðlun. Sérstakt fagráð skipa fulltrúum safnsins og Háskóla Íslands valdi úr innsendum tillögum. Fyrsta rannsóknin var kynnt með sýningu hér á Kjarvalsstöðum og útgáfu árið 2023, en það var rannsókn Sigrúnar Ingu Hrólfsdóttur á listferli Hildar Hákonardóttur sem bar titilinn Rauður þráður. Árið 2024 rannsakaði Aðalheiður Guðmundsdóttir líf og list Borghildar Óskarsdóttur og kynnti með útgáfu og sýningu sem bar titilinn Aðgát. Olga, frumkvæði kvenna í myndlist á 9. áratugnum, verkefni Bekkjar Forsætt, var valið í 3. og síðasta sinn sem staðan var auglýst. Sýningin stendur nú yfir í vestursalnum hér á Kjarvalsstöðum og útgáfinni fögnum við í dag. Yes. Hún var að koma. Glóð heitu frökkuninni. Það full ástæða til að fagna, bæði Olgu, því verkefni sem kveikjan að umræðanum hér í dag, en líka verkefnin í heild. Og við hér á safninu erum stolt af árangrinum, þakklátt fyrir traust safnasjóðs og ekki síður ánægð og þakklátt fyrir samstarfið við listfræðina og doktor Æsu Sigurjónsdóttur. En eitt af markmiðum verkefnisins var að byggja brýr á milli safnasamfélagsins og fræðasamfélagsins. En ég tel mikil tækifæri felast í slíku samstarfi. Það sem faglegt aðhald og fræðileg nálgun háskólans mætir listasafninu sem skapandi vettvangur með hlutverk og þekkingu á sviði miðlunar, sem hefur það markmið að fanga athygli fólks og veita því innsýn í nýja hugsun og nýja nálgun. Í dag 8. mars, alþjóðlegur baráttudagur kvenna, og viðeigandi að halda málþing sem sprettur úr rannsóknarframlagi kvenna til íslenskrar listasögu, einmitt á þessum degi. Seinna í dag, eða klukkan 15, verður opnuð ný sýning í Hafnarhúsinu. Á þeirri sýningu eru verk sem ratað hafa í safneign Listasafns Reykjavíkur á síðustu 5 árum, öll eftir konur. En það talsvert síðan safnið tók að halda utan tölfræði þegar kemur að nýjum aðföngum og þá greint fjöldaverka eftir konur og karla og ekki síður hvernig fjármagnið sem safnið hefur til innkaupa deilist á milli kynja. Og þá erum við fornómalaust að tala aðeins þessi 2 kyn. Á síðustu árum hefur verið áhersla á jákvæða mismunun í innkaupum og 12 mánaða tímabili árunum 2022-2023 varði innkaupanefnd öllu ráðstöfunarfé eingöngu til kaupa á verkum eftir konur. Það sem svarar 1 árs framlagi. Já, þetta hljómar ekki vel í eyrum allra, en þegar litið til þess að í almennri safneign Listasafns Reykjavíkur, og nú þarf ég aðeins að útskýra því að við erum með fjórskipta safneign, það að segja, það Kjarvalssafn og Erró-safn og Ásmundarsafn sem eru náttúrulega arfleið 3 karla, og síðan erum við með svo kallað almenna safneign, þar sem eru verk mest frá síðari hluta 20. aldar og til dagsins í dag. En í þessari almennu safneign eru verk kvenna innan við 25%.
og því þessi jákvæða mismunun eingöngu táknræn gjörð og merki vilja. Titill sýningarinnar í Hafnarhúsi list okkar eina von, en hann sóttur í ljósmyndaverk á sýningunni eftir Katrínu Ingu Jónsdóttur Hjördísardóttur. Þar kinkar hún kolli til bandarísku listakonunnar Caroline Schneemann. Schneemann ein þeirra listakvenna 20. aldar sem fengið hefur endurnýjað athygli og á síðustu árum, en víða heim hafa söfn, sýningarstaðir og fræðimenn tekið vægi listakvenna 20. aldar til endurskoðunar. Endurmat sem leitt hefur til aukins sýnileika á stórum alþjóðlegum sýningum svo sem Feneyjatvíæringnum. Verk Katrínar og tengslin við gjörningar Schneemann dregur fram áratuga tímabil þrotlausra baráttu kvenna fyrir því öðlast pláss á myndlistarsviðinu. Þegar litið til þess árangur sem náðst hefur, verður svo tími afstæður. Bæði ótrúlega til þess að hugsa hversu stutt síðan listsköpun kvenna var jaðarsett og leið furðulegt að enn sé nokkuð í land að fullu jafnrétti sé náð. Ég ætla að gefa orðið til Æsu Sigurjónsdóttur sem ætlar að stýra deginum í dag. Gjörið svo vel. Já, þakka þér fyrir Ólöf og þakka bara ykkur allum fyrir að koma. Ég ætla bara í fljótu bragði að kynna dagskrána og kynna næsta mælanda. Við ætlum sem sagt að byrja á erindi Becky Forsyth og frumkvæði kvenna í íslenskri myndlist á 9. áratugnum. Og Becky, hún listfræðingur, sýningarstjóri og hún sem sagt sýningarstjóri þessar fallegu sýningar. Olga sem ég vona að þið hafið öll séð hérna frammi og ef ekki þá hafið þið tíma til að kíkja á hana seinna meir. Þannig að Becky, gerðu svo vel. Góðan dag. Ég heiti Becky Forsyth og sýningarstjóri samsýningarinnar Olga hér á Kjarvalsstöðum. Þessi sýning skoðar hina merkilega frumkvæði kvenna í myndlist á Íslandi á 9. áratugnum. Tíma sem einkennist af viðvarandi baráttu, umbreytingum og sameiginlegri kröfu sýnileika. Ég vil þakka Listasafni Reykjavíkur og safnstjóri Ólöfu Kristínu Sigurðardóttur og samt prófessor Æsa Sigurjónsdóttur og Edda Halldórsdóttir fyrir að viðurkenna möguleiki og mikilvægi þessarar rannsóknar. Ég vil einnig þakka samstarfsfólki mínu á safninu og þeim sem hafa lagt sig af mörkum í tengslu við sýninguna og útgáfuna, þar á meðal Dr. Heiða Björk Arnardóttir. Ég vil líka þakka þeim sem hafa haft samband og deilt með mér upplýsingum og hugmyndum á ýmsum tímum síðasta árið. Þar sem það undirstrika mikilvægi slíkra rannsókna og áframhaldi þeirra sem og viðfeðmi þessa tiltekna viðfangsefnis. Helst af öllu vil ég þakka Ástu, Brynhildi, Erlu, Hörpu, Gerlu, Margréti, Rúnu, Rúri og Svölu fyrir tíma ykkar og læti og samstarf, síðast en ekki síst fyrir ykkur framlag til myndlistar. Hér ætla ég að fá að skipta yfir á ensku og halda áfram. The title Olga, which translates to swell, captures the movement these artists embodied. A swell is not a spontaneous wave, but a force that builds over time, set in motion by deeper transformations. This movement did not arise in isolation. It was deeply connected to feminist activism worldwide, where artists and scholars were interrogating the structures that had historically marginalized women in art. By the late 1970s and into the 1980s, the Reykjavik art scene was undergoing a seismic transformation, particularly for women artists. This period marked a turning point, both in Iceland and globally, as the post-feminist revolution
reshaped societal attitudes towards gender equality. Women increasingly asserted their place in historically male-dominated fields, propelled by cultural shifts, institutional changes, and growing international solidarity. Access to student loans, scholarships, government funding, and cross-Nordic collaborations created new pathways for women to pursue formal training, while expanding art school programs embraced experimental practices and new media. These conditions fostered an environment where innovation and personal expression could thrive, allowing women to push beyond traditional forms and engage deeply with issues of identity, power, and visibility. This exhibition is not about individual success stories. It is about a collective shift. The artists of this period insisted that women's contributions to art be acknowledged on their own terms. They challenged the structures around them, making it clear that their work was not simply an exception, but an integral part of Iceland's artistic and cultural landscape, ensuring that their voices, stories, and work were not only seen, but impossible to disregard in Icelandic art history. Why these artists is a fine question, because within it is reaction, response, and conversation. My answer is, you have to start somewhere. The artists in Olga, Ásta, Brynhildur, Erla, Gerla, Harpa, Margrét, Rúna, Rúri, and Svala were bold participants of this transformative moment. Their work not only emerged from this period of change, but contributed to actively shaping it. Experimenting with new materials and media, they expanded the very definition of artistic practice. They explored tactility, the ability to document and extend ephemeral actions, the fluidity of gender and sexuality, and the intersections of personal and political expression. These artists insisted on new artistic forms, took ownership of their narratives, and established a visual language that reflected their lived experiences. Some redefined textiles, not as domestic labor, but as a medium for storytelling and political resistance. Others turned to performance in video, recognizing their potential to document and extend ephemeral work, an act of defiance against the limitations of time, space, and institutional oversight. Some translated industrial materials into sculpture and explored the built environment, while others used painting as a feminist language informed by experience in a male-dominated world. At the time when access to media technology in Iceland was scarce, these women found ways to work with film, photography, and print, navigating the constraints of a resource-limited art scene. Their selection reflects not only individual contributions, but also the ways in which their practices intersected and influenced each other. The 1980s in Iceland was a time of immense collaboration between women artists, fostering experimental and interdisciplinary approaches that reshaped contemporary art. Their work extended beyond the studio into artist-run spaces, exhibitions, and publishing platforms that left lasting imprint. Despite the crucial role women played in shaping artistic practices and discourse, their contributions have often been overlooked or narrated through voices that were not their own. Alongside the more widely recognized male artists associated with SUM, Suðurgata 7, the Living Art Museum, or other pivotal initiatives, women were equally engaged in experimentation and new modes of making and sharing art. Yet, gaps in archival records obscure the full scope of their contributions, including their participation in international networks. As a curator whose practice centers on relationship building, the process of uncovering, gathering, and assembling fragments of this history has been both challenging and rewarding. This research has emerged from archives, conversations, personal recollections, and artistic gestures that resist erasure.
Through rediscovered works, extended dialogues, and amplified voices, a more complete history of women artists in the 1980s begins to take shape and continues to evolve. Curating is a practice of interpretation, responsibility, and creativity, a conversation shaped by choices and perspectives. Curatorial agency is central to how histories are told. While art historical theory provides valuable frameworks, it is sometimes curatorial decision-making, what is chosen, emphasized, and given space, that shapes how these narratives endure it. Olga does not claim to tell a singular truth. Rather, it is a critical intervention, a feminist reframing that amplifies overlooked voices and creates space for ongoing dialogue. This project owes much to the generosity of the artists who have shared their experiences, stories, and memories. Their voices form the foundation of this research, the exhibition, and publication, underscoring the role of storytelling in preserving artistic legacies. This exhibition is not just about looking back, it is about recognizing the ongoing ripples of the work of artists. It is about acknowledging that these structures these artists challenge still require continued efforts to transform. It is about ensuring that their contributions are not relegated to footnotes in history, but are embedded in the ongoing narrative of Icelandic art. Yet, much of this history remains to be fully researched, recorded, and understood. By re-examining these artists' contributions through a contemporary lens, Olga creates space to honor their efforts, both individually and collectively. Their practices were also acts of creation, forging the conditions that would allow future generations of women to navigate the art world with greater freedom and purpose. I hope this exhibition invites viewers to consider the legacy of these artists and to reflect on how their work continues to shape the present. It is a call to sustain this conversation and to ensure that women's contributions to art remain visible, celebrated, and fully integrated into the art historical canon. Takk fyrir að vera hér í dag. Já, þakkaði kærlega fyrir Bekki að setja þetta í svona gott samhengi. Við vorum einmitt að tala það þegar að við vorum að svona setja saman hugmyndir það hvaða textar og hvaða greinar ætti að vera í sýningarskráni. Að þá kom einmitt upp þessi hugmynd að Bekki myndi líka taka svona mjög ítarleg viðtöl með nokkra listakonur og vinna upp úr þeim svona mjög bæði persónulega en líka svona listsögulega texta sem eru mjög áhugaverðir. Og svo fannst okkur mjög mikilvægt líka að fá fræðilega grein, dálítið þétta fræðilega grein og sem að myndi þá líka setja þetta íslenska samhengi svona í alþjóðlegt samhengi og varpa þá upp svona spurningum þar sem að listfræðin og safnafræðin eru að fást við. Þannig að mér langar, við ætlum kannski aðeins að kíkja dagskrána aftur ef við getum fengið þá glæru upp aftur að leið og ég kynni hérna næsta og íta á, ok, þetta er svo, já eins og sagt, ég ætla að kynna næsta ræðumann og það er Heiða Björk Árnadóttir sem að er aðjúnt við Háskóla Íslands og hún lauk doktorsprófi frá Kanada og doktorsritgerð hennar, hún fjallaði einmitt Zoom-kynslóðina ekki satt í svona dálítið víðu samhengi, orðræðu samhengi, þannig að það verður mjög áhugavert að heyra hvað hún hefur að segja þessa kanónu myndlistar og við getum velt í fyrir okkur hvort að við höfum hér á Íslandi einmitt skapað ákveðna kanónu. Nú eftir erindi Heiðu þá kemur Guðrún Erla Geirsdóttir og hún mun ræða kvennasamstöðu og þá sérstaklega í samhengi við listahátíð kvenna 1985. Nú síðan þá munum við taka örstutt hlé, kaffihlé og það eru kaffiveitingar hérna frammi og eftir hlé þá kemur Harpa Björnsdóttir og þú ætlar að ræða að skapa sér vettvang og hvernig konur sköpuðu sér vettvang á þessum tíma.
ég gerir ráð fyrir svolítið út frá þinn eigin reynslu og að lokum þá Brynhildur Þorgeirsdóttir og hún spyr hvernig kemur maður sér upp vinnustofu, en vinnustofan náttúrulega eitt af þessum stóru baráttumálum kvenna og hefur lengi verið og ekki bara myndlistar kvenna, heldur líka rithöfunda eins og við munum eftir úr lista- og bókmenntasögunni. Að lokum þá höfum við stutt pallborð með öllum þáttakendum þar sem að þið áhörendur út í sal getið varpa fram spurningum og við munum verður örugglega mjög spennandi að velta fyrir sér ýmsu því sem að þá kemur upp. Að lokum höldum við það opnun klukkan 15 í Hafnarhúsinu og þá sem sagt verðum við að mæta þar, tímalega ekki satt. Þannig að ég reyna að passa það og ég hef líka verið sett í þetta svolítið erfiða hlutverk en líka áskorun að við séum sagt, ekki að fara yfir tíman, þannig ég ætla ekki að tala lengur og Heiða að gera svo vel. Komið sæl, ég heiti Heiða Björk Árnadóttir og aðjunkt í listfræði eins og Æsa nefndi við Háskóla Íslands og jafnframt menntaður safnafræðingur og hef svolítið skrifað sögu íslenskra listasafna undanfarin ár og listamannarekinna rýma. En í dag ætla ég semst að fjalla örlítið samhengi skrifa minna í sýningarskrána fyrir Olgu. Og þar legg ég fram niðurstöður lítillar rannsóknar á innkaupum íslenskra listasafna á verkum kvenna á árunum 1970 til 1995 og það að segja á því árabili sem sýning Becky nær til og það rétt á undan og á eftir. Og ég mun segja ykkur frá helstu niðurstöðum þessara rannsóknar hér á eftir. En hvers vegna þetta viðfangsefni? Hvers vegna skiptir máli að listasöfn safni verkum kvenna og hvers vegna skiptir máli að rannsaka þetta? Eins og fram hefur komið hér að framan þá framtakssemi og samtakamáttur kvenna eitt af því sem að einkennir mjög myndlistina og mótaði svið myndlistarinnar með margvíslegum hætti á 9. áratugnum. Og það mikilvægt að við nýtum þetta tækifæri sem sýningin og stöldrum við og spyrjum okkur hverju þessi atorka kvenna skilaði til lengri tíma og til okkar dags. Og í mínum huga leika listasöfnin þar gríðarlega mikilvægt hlutverk. Og eitt stærsta hlutverk listasafna eins og annarra safna þetta að skapa, að varðveita og að miðla minni samfélaga. Og til þess að myndlist kvenna, athafnir þeirra og hugsun glatist ekki, heldur séu varðveitt og miðlað til komandi kynslóða sem hluti af þessu minni samfélaga lykilatriði að verkum kvenna sé safnað og þau varðveitt með mjög markvissum hætti. En önnur ástæða þess að mikilvægt að listasöfn safni myndlist kvenna að söfnun listasafna lykilþáttur í mótun svokallaðra kanóna. Og ég ætla aðeins að ræða þetta hugtak í dag og rýna örlítið í hlutverk listasafna í mótun kanóna. Kanón hugtakið á sér djúpar rætur og hugmyndir kanón hefur aldir mótað viðhorf til myndlistar og umræðu myndlist og þetta hugtak má rekja aftur til Grikklands til forna. Það þýðir á grísku og latínu einfaldlega mælistika eða mælikvarði og kemur líklega upphaflega úr arkitektúr. En í listsögulegu samhengi hefur þetta hugtak verið notað sem myndlíking einhvers konar úrval listaverka eða myndlistarmanna sem eru talin bera af öðrum á einhvern hátt. Kanón hugtakið vísar sem sagt í ákveði listrænt viðmið eða mælistiku sem önnur verk eru þá mátuð við. Og heimildir vitna að myndhöggvarinn Polykleitos hafi notað þetta hugtak sem heiti á ritgerð á 5. öld fyrir Krist og jafnframt að aðrir listamenn hafi vísað til höggmyndar Polykleitosar sem þið sjáið hér á skjánum hægra megin
spjótkastarans sem kanón vegna þeirrar fullkomnunar, mannlegrar fegurðar sem verkið var talið fanga. Kanón hugtaki á sig sem sagt mjög djúpar menningarlegar og listsögulegar rætur og hugmyndin kanón, einhvers konar viðmið eða mælustíku listarinnar hefur mótað listasöguna og listfræði frá upphafi. Nú þetta úrval eða kanón myndlistar birtist með ýmsum hætti og það kannski hvað skýrast í kennslubókum og stórum yfirlitsritum fyrir almenning listasöguna, en má líka greina á öðrum sviðum eða vettvöngum myndlistarinnar, meðal annars í safneignum listasafna og sérstaklega kannski stærri áhrifamikilla listasafna, í sýningum safna og útgáfum þeirra, í verðlagningu verka á mörkuðum með myndlist, í lista menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna, UNESCO yfir heimsminjar til dæmis, í rafrænum gagnabönkum með myndlist og svo framvegis. Og kanón myndlistar má líka greina utan þessa formlega sviðs myndlistarinnar, í vísunum í myndlist, í fjölmiðlum, í kvikmyndum, í tónlist og svo framvegis, og eins og þið kannski þekkið. Nú, samkvæmt hefðbundnum skilningi byggir kanón myndlistar á einhvers konar innbyggðum, hlutlægum, formrænum eða fagurfræðilegum eiginleikum verkana og endurspeglar á hlutlausan hátt algild og tímalaus fagurfræðileg lögmál. Og þeir sem aðhyllast þennan hefðbundna skilning eiga hins vegar mjög erfitt með það að útskýra hvers vegna breytingar verða þá stundum á þessum kanón myndlistar eins og gerist og við þekkjum í listasögunni. En frá því miðja síðustu öld hefur aukin meðvitund félagslegt samhengi myndlistariðkunar og miðlunar og móttöku og túlkun myndlistar grafið undan þessu hefðbundna sjónarmiði. Og samhliða því þá hefur hugmyndin kanón myndlistar sætt vaxandi gagnrýni úr ýmsum áttum. Og sérstaklega á grundvelli tengsla kanóna við ýmiss konar félagslega mismunun á grundvelli þátta á borð við stétt og kyn, kynþátt, kynferði og annarra þátta. En líka á grundvelli tengsla kanóna við listmarkaði og efnahag. Og frá 9. áratugnum þá hafa listakonur og fræðimenn til dæmis í vaxandi mæli bent á að kanón vestrænnar myndlistar mjög kalllægur og að þessi kalllægni endurspeglist til dæmis í kennslubókum og stórum yfirlitsritum fyrir almenning listasöguna og líka í starfsemi listasafna. En þrátt fyrir þetta eða kannski vegna þessarar víðtæku gagnrýni á kanón myndlistar fræðilegri þekkingu á eðli kanóna, myndun þeirra, þróun og virkni kanóna mjög ábótavant. Og ein hugsanleg skýring á þessu að listfræðingar og aðrir sem að starfa við þekkingasköpunum myndlist og miðlun myndlistar eru kannski oft tregir til að viðurkenna eða horfast í augu við og skoða með gagnrýnum hætti hugmyndir smekk og félagslegt samhengi þess. Anna Brzezinski og Gregor Langfeld benda líka á að það viðhorf að hugmyndin kanón sé úrelt, gamaldags og að kanónar hafi ekki lengur sömu áhrif og þeir höfðu áður á öldum áður, að þetta geti líka verið ein hugsanleg skýring á skorti á fræðilegum rannsóknum á kanónum. Þessi hugmynd hins vegar mjög blekkjandi eins og fjölmörg dæmi sína og rannsóknir fræðimanna sanna. Og ég setti þarna inn á glæruna þarna til hægri bara heiti á nokkrum rannsóknum og ég ætla að fá að draga saman nokkra punkta, mikilvæga punkta úr rannsóknum og fræðilegri umfjöllun kanóna síðastliðin ár. Í fyrsta lagi rétt að nefna að það ekki einn kanón myndlistar heldur margir
eftir menningarsvæðum, eftir þjóðerni, eftir kyni, eftir hreyfingu myndlistar og svo framvegis. Hins vegar ekki þar með sagt að allir kanónar myndlistar hafi jafnt vægi og til dæmis leggur James Elkins áherslu á að áframhaldandi áhrif þessarar stóru vestrænu sögulistarinnar sem lögð fram í klassísku riti Ernst Gombrich og annara að aðrir kanónar máta sig gjarnan inn í þetta samhengi. Í öðru lagi sýna rannsóknir að kanónar myndlistar eru ekki lokaðir og fastir strúktúrar heldur í þróun, stöðugri þróun, en þó ótrúlega stöðugir. Í þriðja lagi myndun og mótun kanóna mjög flókið fyrirbæri og þar koma saman allskyns áhrifaþættir, meðal annars markaðsöfl, stór samfélagsleg öfl eða breytingar og orðræða til dæmis þjóðerni, kynþátt, menningu, trúarbrögð og svo framvegis. Allt þetta hefur áhrif á og mótar kanóna myndlistar. Pólitísk öfl geta haft áhrif hér, hagsmunabarátta myndlistar manna og listfræðinga og svo auðvitað praktískir þættir sem að hafa kannski meiri áhrif en við oft gerum okkur grein fyrir. Einfallega aðgengi að verkum eða eftirmyndum verka, að heimildum, tungumálakunnátta og hagsmunir útgefenda og annara geta mótað kanóna. Í fjórða lagi þá virðist myndun og mótun kanóna nátengd sjálfsmyndarsköpun og Hubert Lockart bendir til dæmis á að myndun nýrra kanóna virðist haldast í hendur við ákveðnar sjálfsmyndarkrísur samfélaga eða tímabil þar sem einhvers konar breytingar eiga sér stað á sameiginlegum sjálfsmyndum. Og í fimmta og síðasta lagi undirstrikar rannsóknir að kanónar móta enn þann dag í dag öll svið myndlistar með mjög áhrifamiklum hætti. Og mér langaði að nefna bara örfá dæmi, ég hef þetta ekki langan tíma til að tala hér í dag, en örfá dæmi þessu til stuðnings og varðandi sérstaklega stöðugleika kanóna hér. Viktor Ginsberg og Sheila Wyers hafa rannsakað mótun kanóna ítalskrar endurreisnarlistar og flæmsks raunsæismálverks og þau sem sett söfnuðu upplýsingum umfjallanir stóran hóp listamanna, 125 ítalska listamenn, 129 flæmska listamenn í áhrifamiklum listfræðiritum yfir 400 ára tímabil frá 1600 til 2000 cirka og röðuðu þessu bæði eftir lengd umfjöllunar og fjölda vísana. Og þau komast að þeirri niðurstöðu að helmingur þeirra listamanna sem var fjallað í nýjustu útgáfunni frá árinu 2000, helmingur þeirra var hluti af umfjöllun elstu ritana frá 1550 og 1600. Þetta mjög lýsandi. James Cutting hefur rannsakað mótun kanóns fransks impressionisma með ýmsum leiðum og meðal annars með greiningu á birtingartíðni ljósmynda af verkum listamanna í 95 bókum sem komu út á frönsku, ensku og þýsku árunum 1901 til 1949 og bar þetta líka saman við útgáfur að seinni hluta 20. aldar. Og út frá þessu þá skilgreinir Cutting það sem hann kallar kjarnakanóns fransks impressionisma og það eru þá þau 50 verk sem birtast oftast í þessum útgáfum og hann bendir á að 85% af þeim verkum sem myndu kjarnakanóns impressionismans á fyrri hluta 20. aldar, 85% af þeim voru enn í útgáfum þar í þessum kjarna í útgáfum undir lok 20. aldar. Rannsókn James Cutting leiði líka ýmislegt áhugavert í ljós varðandi áhrif og mikilvægi safna og söfnunar listasafna fyrir mótun kanóna. Og hann bendi til dæmis á að öll þau verk sem mynda þennan kjarna kanóns impressionismans í Frakklandi, öll verkin þar, þessi 50 verk, eru í eigu safna. Og þetta þrátt fyrir það að 65% verka impressionista almennt eru í einka eigu.
Helmingur þessara verka var upprunalega í eigu einungis 5 manna og rannsókn Kötting leiðir líka í ljós að tengslanet listamanna gríðarlega mikilvægt því að helmingur þeirra verka sem mynda þennan kjarna, kanóna impressionismans, komu inn í söfnin í gegnum ættingja og vini listamanna sem að seldu eða gáfu verkin. Þannig að mikilvægi söfnunar listasafna fyrir mótun kanóna mjög mikið og undirstrikað af fjölmörgum fræðimönnum. Ég ætla ekki að lesa þetta allt saman upp hér en einungis að nefna að Bruce Robertson leggur til dæmis áherslu á þetta að inngilding listaverks í safneign listasafna sé lykil viðburður í þessari kanóniseringu listaverka. Og þetta sem sagt bakgrunnurinn að þessari litlu rannsókn minni sem ég legg fram í sýningarskráni. Og þar tók ég saman og rýndi í gögn innkaup íslenskra listasafna á myndlist kvenna á þessu árabili 1970 til 1995 og þetta eru 2 söfn sérstaklega sem ég rýni í, 2 stærstu söfnin hér á landi, Listasafn Íslands og Listasafn Reykjavíkur og síðan líka safneign Nýlistasafnsins. Og ég setti þarna Nýlistasafnið innan sviga eða ég hef það ekki með í þessu súluriti vegna þess að Nýlistasafnið eins og þið vitið örugglega mörg þetta byggt upp á gjöfum listamanna og hefur aldrei keypt verk. Ég ákvað hins vegar að hafa safneign Nýlistasafnsins með í rannsókninni vegna þess mikilvæga hlutverk sem Nýlistasafnið hefur gegnt sem svona ákveðið andspyrnu afl gegn kannski þessum stóru söfnum hér á landi. Og til að draga saman í mjög stuttu máli helstu niðurstöður þessar rannsóknar þá sýnir hún að hlutur kvenna í innkaupum bæði Listasafns Íslands og Listasafns Reykjavíkur fór vaxandi á þessum tíma frá 1970 til 1995. Og hér á skjánum eru sem sagt þessar súlur tákna sem sagt tölfræði yfir heildarþróun yfir allt tímabilið. Hér ég að horfa til hluts kvenna í aðkeyptum verkum í safneign Listasafns Íslands og Listasafns Reykjavíkur. Sem sagt að meta hlutfall verkakvenna af heildarfjölda af öllum verkum sem þessi söfn hafa keypt frá stofnun til 1970 annars vegar og síðan til 1995 og síðan hef ég líka þarna tölur frá 2024 og í stuttu máli þá fer sem sagt hlutur kvenna í aðkeyptum verkum í safneign Listasafns Íslands úr 10% í upphafi tímabilsins 1970 í 14,7% við lok þess 1995 og hlutur kvenna í Listasafni Reykjavíkur eykst líka ennþá meir fer úr 7,6% árið 1970 í 38,9% árið 1995 og þetta sem sagt bara aðkeypt verk, sem sagt verk sem að Listasafnið hefur keypt, ekki gjafir og það rétt að taka fram að þetta eru bara verk hér í almennri safneign eins og Ólöf útskýrði skiptinguna og jafnframt hjá Listasafni Íslands þar eru tekin út fyrir sviga stór sérsöfn kallmanna þar. Og það er áhugavert, finnst mér, sérstaklega í tilfelli Listasafns Reykjavíkur, þessi gríðarlega mikla aukning sem verður á þessum tímabili og ég held að það sé óhætt að segja að það hljóti að vera einhver fylgni hér á milli þess að Guðrún Erla satt í stjórn Kjarvalsstaða fyrir hönd kvennalistans á þessum tíma og þetta sýnir auðvitað hversu miklu hægt að koma í verk
á stuttum tíma með góðum vilja og réttu fólki. Ég held að tíminn sé því miður runnin út. 2 mínútur, ok. Mig langar örstutt, ég veit að ég hef lítinn tíma. Þetta ekki hluti af greininni í sýningaskráni, en mér finnst áhugavert að reyna að rýna aðeins í tengsl þessara söfnunar við listsöguritun á Íslandi. Og ég tók saman sjálf, þetta ekki sem sagt opinber gögn frá söfnunum, heldur mín eigin talning, gögnum eigendur verka sem birtast í Íslensku listasögu frá 2011 sem Listasafn Íslands gaf út. Og eins og þið sjáið af skífuritunni hérna vinstra megin, þá langstærstur hluti verkana sem birtast þarna, þetta eru myndbirtingar sem sagt, langstærstur hluti í eigu íslenskra safna. Hægra megin eru síðan, sjáum við hvernig þau verk sem eru í eigu íslenskra safna dreifast þar á milli og langstærstur hluti verkana í eigu Listasafns Íslands, útgefanda bókarinnar, 61%. Næst koma verk í eigu Listasafns Reykjavíkur og síðan Listasafn Einars Jónssonar og restin dreifist á milli annara safna. Og hér örstutt varðandi hlut kvenna. Hér vinstra megin sjáum við kynjagreiningu á verkum í myndaskráni í íslenskri listasögu. Verk eftir konur eru 23,8% af þeim myndum sem birtast þar. Og hægra megin sjáum við sundurgreiningu á eigandum verka eftir konur í þessari sömu útgáfu. Og langstærstur hluti þeirra verka kvenna sem birtast í íslensku listasögu eins og yfir heildina litið eru í eigu íslenskra safna. Og þetta staðfestir í mínum huga einfallega mikilvægi söfnunar listasafna í samhengi við kanoniseringu. Það virðist vera ákveðin fylgni hér á milli söfnunar þessara stóru safna og þess að verk fái umfjöllun og vægi í listasögunni. Eins og rannsóknin sýnir, ég að klára, takk. Eins og rannsóknin sýnir urðu talsverðar framfarir og þessu ber að fagna í því að jafna hlut kynjana innan safnirnar stærstu safna landsins á þessum tíma. Og ég ekki neinum vafa að þar átti frumkvæði kvenna á ýmsum sviðum samfélagsins stóran þátt. Þannig að takk fyrir það. Heiða, og þetta mjög áhugavert, sérstaklega í þessu stærra samhengi og áhugaverðar þessar glærur líka sem þú settur upp hvernig listfræði feministar fóru að gagnrýna kanónuna í kringum 1970 og frá því. Núna langar mig til að bjóða Guðrúnu Erlu hingað upp, einmitt til að halda áfram svolítið til að tala þessa hluti. Gjörðu svo vel. Takk fyrir og ég verð alls ekki svona fræðileg eins og þeir sem voru hér á undan mér þó að ég hafi lært bæði listfræði og sé mastersnám í menningarmiðlun. Þá vil ég bara halda mig svona á þessum, alþýðlegu nótum. Nú ég ætla að byrja á því að þakka öllum þessum stóðu að sýningunni eða stenda sýningunni Olgu og þessum málþingi, hvað sem það Bekki, Listasafn Reykjavíkur, starfsfólkinu og öllum bara mínar innilegustu þakkir. Nú ég ætla að byrja þetta innlegg mitt kvennasamstöðu á því að fjallum samstöðu kvenna að vinna almannaheill og sýna lágmynd sem á burt Landspítalans. Lágmyndina ætla að minna á að það var konur sem stóðu að byggingu spítalans því að þessi lágmynd til margs hvað sem kvennasamstæði getur komið til leiðar. Þið skoðið myndina sjáu þið það að það vel móta fyrir brjóstum og mannverunum. Það ekki? Örugglega. Allavega segi ég þetta. Og það ætti enginn að velkjast í vafa að þetta eru konur en ekki kallar. Þá kem ég að hinni ástæðunni fyrir því að ég sýni þessa mynd. Á 9. áratugnum sat ég fyrir hönd kvennaframboðsins í stjórn Kjarvalsstaða og eitt sem ég var að fara hér á fund gekk inn í Austursalinn að kíkja á sýningu sem áttu að opna daginn eftir. Við mig blasti flennustór ljósmynd af þessari lágmynd Guðmundar frá Miðdal og hlusti nú. Á merkingu sannsins þá var titillinn sagður Jesú og lærisveinarnir. Gjörið þið svo vel. Ja, einmitt.
Það hefði kannski verið dálítið gott, hefði verið svona brjóstgóður verið kvenfólk, en það ekki svoleiðis. Að sjálfsögðu benti á mistökin og þetta var leiðrétt, þessi mistök. En atvikið sigurdur í mér og því í mínu huga þá sýnir það svo kýrskýrt hversu ofboðslega karllægt samfélag var á þessum tíma að það hafi ekki hvarflað þeim sem var að skipuleggja sýninguna að verkið gæti sýnt konur. Og þá vil ég nota hér tækifæri til að sýna hérna á Gombrich og bara því lesi þarna hvernig þetta var á sínum tíma eða þessi listasaga sem við notum enn þann dag í dag. Það minnst á eina konu í nafngreinda 500 mynda einu verk eftir konu og þetta ekki lengra síðan en þetta var gefið út í íslenski þýðingu 1997 en síðan 1994. Það áratugnum eftir að þessi sýning, ég ætla ekki að halda áfram með þetta, ég verð svo hósalega tuðandi. Ég ætla að vitna í skrif tveggja mínum uppáhaldsfræðukonu frá 8. áratugnum sem lögðu þunglóð á lofaskálarnar í greining á því hvers vegna konur hafi verið nær ósýnilegar í myndlist og af hverju ekki hafi verið neinir kvenkir snillingar. Í greining hvers vegna hafa verið ekki neinar miklar listakonur eftir Lindu Nochlin segir að þrátt fyrir mikla leit hafi ekki fundist neinar óviðjafnanlega listakonur. Ástæðan fyrir skorti sé ekki svo sé svo sama að ekki hafi fundist neinir frábæri tennislaukarar og röðum innúita. Og að svarti kalllistamenn sem stóðu jafnfætis Rembrandt, Picasso eða Cézanne. Þetta nákvæmlega þetta, við bara höfðum engin völd og skortur. Nochlin segir að skortur og óviðjafnanlegu listakonum sé ekki að kenna hormónum eða tíðarækningum eða innantómum huga. Heldur öllu því sem konur upplifa frá því augnabliki sem það fæðast inn í þennan heim, merkingabæra tákna, teikn og skíðaborða. En einnig sé það sem skorst á tækifæri fyrir kvenfólk. Og það sé í rauninni kraftaverk að þrátt fyrir að konur hafi ávallt átt í ofurrellu að etja, þá hafi mörgum þegar tekist að afreka ótrúlega margt á starfsviðum hvítra forréttinda karlmanna, svo sem í listum. Og þá var það hinn bókin sem ég ætla að vitni, Hamlaðakynið. Það engin kvenkyns Leonarda til, það engin Poussin, en ástæða þess ekki að konur séu með leg, að það geti alið börn, að þær hafi minni heil en kallar, kraftminni eða séu ekki ástríðumanneskjur. Ástæðan einfaldlega sú að mikli listamenn mótast ekki úr einstaklingum með skattaða sjálfsmynd, veiklaðan vilja, stífða lífskvöt og orku sem hefur beint í farveg sálastigs og taugaveiklunar. Og þá náttúrulega á hún við konurnar í öldunum áður sem aðalmarkmiðið hjá fjölskyldunum var að koma með gott hjónaband. Fjölmargar aðra fræð- og listakonur annar bylgju feminismar voru með skrifin sínum öflugar í baráttunni fyrir því að listakonur öðlu sömu stöðu og karlanlinna lífstemsis. Og við sem komum síðar inn á listasjónuna, við eigum þeim gífurlega mikið að þakka. Við skulum muna á þessum tíma voru ekki nema 70-50 ár síðan konur í fyrstu bylgju feminismans voru ekki bara berjast fyrir formlegu réttundum eins og kosningarétt og kjörgengi, heldur einnig því að vera ekki skilgreindar ásamt börnum sínum sem eign eiginmannanna og því að fá að mennta sig, til dæmis í listum. Ég eina þeim sem stofnaði kvennaframboð og kvennalistan og eins og væntanlega flest ykkar vita voru þetta þverpólitísk samtök stofnuð með það markmiði að konur sætu allstað við sama borð og karlar. Og við vorum nokkrar í hópnum sem lögðum áherslu á menningamál og einn þeirra var Svala Sigurleifs. Og Svala náttúrulega á verkið og sýningunni eins og þið vitið. Meðal annars skrifa hún áhugaverða greinar myndlist kvenna og tók viðtöl við myndlistakoðinu fyrir Veru, tímaritið okkar og gerði skemmtilega tekníkar í það. Hún ritaði einnig 10 annara greina kvenna myndlist í blöð og tímarit innlendar sem erlendar listakonur í samtímanum og einnig þær sem undan höfðu gengið. Og því ætla ég að fullyrða að engin Íslendingur hafi lagt meira mörkum til að kynna fyrir þjóðinni fjölbreytta flóru myndlistakvenna.
Nú ætlum ég að fara að fjalla það sem aðal innlegg mikið því þessi málþingi. En það kvennasamstæða sem kom fram á listahátíð kvenna, en þar lögðu konur og öllum listgreinum sitt að mörkum í baráttunni fyrir því að fá viðurkennt og metið að verðlögum framlægt sitt og kynsista sinna. Og ég ætla að snúa mér til við hátíðarinnar. Á þungbúni vetrarkvöldi árið 1984 kom á fund kvennalistans 3 kvennanefnd frá ríkinu sem kynnti að Sameinuðu þjóðirnar ósku eftir aðildarlöndin myndu minnast loka kvennaáratugurins. Spurt var hvort að við hefum einhverja tillögu sem var þið áhugavert að framkvæma. Ég lagði til að vera með listhátíð kvenna þar sem kynnt væru framlög kvenna úr öllum listgreinum. Stöllum mínar í kvennalistunum fannst það flott hugmynd en þess að þetta væri alveg gjörsamlega útilokað að þetta væri hægt að gera þetta. Og komandi frá okkur var ekki líkur á hugmyndin fengi brautagengi. Ég lagði stundu feld og komum lausn eða tillögu sem fólst í að fá stærstu félagasamtök landsins, Kvenfélagasamband Íslands til að vera bakhjarl og heimila að í kynningum og undirbúningi hátíðanna væri nafn sambandsins notað. Vitið það var vegna þess, eða þið kannski gerir ykkur grein fyrir því, að þessar konur, það áttu eigimenn, það áttu syni, það áttu bræður kalla í áhrifastöðum sem þurfti að vera jákvæðir gagnvart þessu. Og þetta opnaði ótrúlega mikið að hörnum þegar ég var að tala við þess að kalla. Það getur sagt, Kvenfélagasamband Íslands stendur á baki þessu. En í framhaldinu þá höfðum við Svala og Agatha Óskarsdóttir tónlistarkona samband við ýmsar listakonur sem við kannumst við og fengu þær í stóran undirbúningshóp fyrir hátíðina. Að lokum eru til 3 til 7 kvenna listgreina hópar og var hver hópur ábyrgur fyrir sýningu eða viðburði svo sem kvikmyndahátíðinni, hljómlöngum eða ljóðlesti. Tekið skal fram að konurnar í listgreina hópunum fengu ekki laun fyrir sína miklu vinnu og það sama áttu við þær sem áttu verk á sjónlistahátíðinni eða settuðu upp eða skrifuðu sýningarskrána og allt slíkt. Eða það fjölmörgu skáldkonur sem lásu úr verkum sínum eða leikkonuna sem fluttu verk ljóðskáldana eða tónlistakonurnar eða guðum og vita, því bara vitið, allar þessar konur, þær þáðu ekki laun fyrir vinna sína. Og í mínum huga er því listahátíð kvenna 1985 stórkostið dæmi hvað konur hafi tilbúin að leggja mörkum til að kynna framlag kvenna í listum og með því sína samstöðu, en ég er ekki búin. Það er þá hátíðin sjálf. Undirbúningur minn hófst 1,5 ári fyrr með því að senda á alla listastofnanir á höfuðborgarsvæðinu bréf þar sem kynnt var hvað stæði til. Þar var farið fram á hver stofnun myndi taka þátt á sinn kostnað. Einnig hafði í sambandi Goethe-Institut Alliance Française og fór fram á að fá eina kvikmyndagerðarkonu frá hverju þeirra sem kæmi myndirnar sínar og héldi fyrirlestur. Hátíðin var frá 20. september til loka október og hófst með opnunræði í garðinum í Ásmundarsal. En þar innan þeirra opnaði sýning á arkitektúr kvenna. Að því loknu, eftir að við búin að skoða sýninguna, þá gengum við fylktu liðinu skólaverðustíg. Í fararbróti göngunar var kvennalúrvofsbraut sem Lilja Valdimarsdóttir hafði sett saman og stjórnaði. Ferðinni var heitið í hlaðvarpan á Vesturgötu 3, þar sem var önnur sýning. Við sjáum þannig önnur sýning á arkitektúr kvenna og en þá höfðu við nokkra konur nýlega fest kaup á Vesturgötunni fyrir kvennahús. Til að fjármagna kaupin gáðum við út hlutabréf og fékk nokkra myndlistakonur til að gera þau. Og er hvoru tveggja það að konur keyptu verðlaus hlutabréf til að stuðla að kaupum á húsunum, því þetta var í rauninni gjafaframlag, því að það stóð aldrei til að þetta stæði undan sér og fara að greiða þessu konum arð þessu hlutabréfum. Og hvert hlutabréf kostaði 1000 krónur og þetta voru, ef ég minni, 7 mismunandi listakonur sem að gerðu frekar en 8. Og ég let reikna út að í dag er það 13.000 krónur. 1000 kallinn hann er 13.000 krónum í dag og margar konur keyptu alla seríuna og jafnvel fleiri sem þýði þá þeir hafa lagt 100 eða 200 eða 300.000 krónur fram til þess að gera þetta. Nú,
þannig að ég, já. Þetta eru konurnar sem að, já, þessar glæru, þá sýni ég hverja hafi umsjón með hverju hóp, sýninganefnd, þáttakendur og stuðningsaðilar í þeim tilfellum, og þetta koma fleiri svona glærur sem hægt var að kreia út eitthvað, hvort sem var að stækka myndir eða fá peninga. Og við skulum sjá hvert nú komin. Og þarna eru fóðskort og þetta inn af þessum fjölmörgu. Ég er með 2 bækur, úrklippubækur sem ég ætla að láta liggja frammi ef einhver hafa áhuga á að skoða þær eftir. Ég get ekki klárað þetta á 5 mínútur, það úti loka. Ég bara taki æs út. Já. Það opnaði, daginn eftir, þá opnaði þessi sýning á Kjarvalsstöðum og það að hún fékk hér inni í öllu húsinu að þakka Huldu Valdísdóttir sem var varaformaður stjórnar hér og við fengum fjárstinum upp á 250.000 krónur til að setja upp þessa sýningu hér og borga katalógi hérna. Og þarna voru 30 konur, eða tæplega 28 konur sem voru valdar við óskum bara eftir konur sendu inn og við í þessari nefnd völdum úr. Okkur fannst leiðilt að vandaði nokkra konur, okkur fannst leiðilt að Hildur Hákonardóttir var ekki að senda inn og okkur fannst leiðilt að Ragnheiður Jónsdóttir var ekki að senda inn. En þið sjáið að þarna eru við, það er Ásta, það er Erla, það er Brynhildur, Harpa og Svala sem sýna þessari sýningu. Þannig að þeir konur sem hér eru. Ok, á sunnudeginum á eftir var opnuð sýning í Gerðubergi, bækur og bókarsendingar og bókverk eftir konur og bókverk eftir konur þá átti Ásta, ég og Rúna bókverk. Nú það var ásamt, já, framlag Borgarbókusins sem bara allt í einu kom óvænt upp, maður vissi ekki að það væri að gera þetta, ég hafði náttúrulega sendt þeim sem einn af menningarstofnunum, var að taka saman skrá yfir allt sem alla fagurbókmyndir kvenna frá 1876 til ársloka 1984 sem hafði byggst í bókum eða bæklingum. Og þetta kom bara allt í einu, voru þau að gera þetta? Æðislegt. Og hér er þarna listinni fyrir þetta. Og það var gífurlega mikið fjölmiðla umfjöllun þetta og maður bara verður stundum ofsalega sorgmættur yfir því að það skulle ekki vera nein fjölmiðli til í dag sem fjallum það sem það verið að gera. Nú þarna er boðskort fyrir sýninguna eða það sem opnaði helgin á eftir og það er augnablik, sýningin í Listasafninu á ljósmyndum kvenna og þannig eru nöfni, þannig hún Svala Sigurlaus heldur utan þetta og hún er líka að sýna þarna og ég ætla að halda bara áfram svolítið hratt, það er móði formóðu, það eru nefnendur sem var útskriðast úr myndlist textildeildinni og þið sjáu nöfnin á þeim, þarna til dæmis Ólöf Nordal, nefnandi minn þarna og það voru líka sýningar á kaffihúsum, á Mokka og í Kaffi Gestis, það var Rúna með sýningu og það var í stúdentakjallanum og fleiri kaffihúsum. Nú það var líka þessi sýning úr Hugarheimum sem var með nævistum, hann er bara nafn Sigurverja en það var líka hún Gríma nævisti sem var hérna, ég skil ekki akkur, það voru ekki hann. Nú hafa kvikmyndahátíð, 26 kvikmyndir, meðal annars allar kvikmyndir sem íslenska konur hefði gert, meðal annars er myndlistakonuna Rósku og Anna Rúri sem á náttúrulega verk hér af okkar sýningu. Nú, það er heiðursgestirna á hátíðinni voru Margarete von Trotta þín þýska og franska Agnes Varda og það heldur báða fyrirlestra. Og þarna er gífurlega margt annað var á dagskrá, það voru fjölmargir ljóðalestrar í Gerðubergi og Kjarvalsstöðum, það voru nokkur tónleikabæði í Norræna húsinu hér og fleiri stöðum, það voru leiksýningar, Reykjavíkur sögur Ástu, já, einn eru bara endalaus upptalning á þessu ljóðadæmi Reykjavíkur sögur Ástu sem var í hlaðvarpinu sem Helga Backmann var með og Valkyrna í Þjóðleikhúsinu og það var leiklæstu leikari hjá Leikfélagi Reykjavíkur búið verk og Jakobínu Sigurðardóttir sem var minni mig upp í Gerðubergi. Nú það voru
til dæmis sýningar eins og með Silvu Berta Nál í Þjóðminjasafninu. Það var handverk kvenna frá 12. til 19. aldar. Íslenska myndlistakonu var í Listasafni Íslands, íslenska myndlistakonu fæddar 1888 til 1930. Ég segi alltaf þess að dauðu en það vildi ekki sniðugt orðaða svoleiðis en það var þannig. Nú það var póstkortasýning í Norræna húsinu. Lauslega áætlað var að hátíðinni hafi verið á einn annan hátt kynnt listrænt framlag 400 kvenna og þá ekki talið með framtak Borgarbókasafnsins. Í mínum huga sýnir hátíðin hvað konur voru tilbúnar að leggja ótrúlega mikið af mörkum og því þetta mjög gott dæmi kvennasjamstöðu. Nú ég ætla að hafa þetta hérna upp til nokkri punktar úr ræðunum minni, nú ég búið sko, sem úr væðinu minni sem ég hélt á opnun hátíðina þarna í garðinu við Ásmundarsal og nú ég ætla aðeins að segja að konur hafi gegnum aldirnar ekki borið dagsvert sín á torg, verkaskipting í þjóðfélaginu hefur ætlað þeim annað hlutskipti og ég segi hlutur kvenna miklu stærri og veigamenni hins skráða saga gefur til kynna og eitt af markmiðum hátíðina að vekja athygli á þessu og þyngja ljóð þeirra vogarskalna leið hvetja til dáða. Og svo segi ég, við kynnum það sem íslenska konur okkar erlendar að gera á sviði listana og með því vekjum við rækilega athygli á hlut kvenna á listasviðinu og vonumst til að ná fram breytti mynd sem til að mynda börnum og unglingum gefin að íslenski list fyrir og nú. Í uppvextunum öðlust við fyrirmyndir og viðhorf sem móta líf okkar og val á ævistarfi og ef myndin að listamanni nánast eingöngu karlkyns við hverju þá að búast. Og hverju erum við bættari með að vera með fleiri konur í listum? Jú, list endurspeglar og konur í listsköpun sinni túlka veröldin frá sínum eigin sjónarhóli, sem oft ólíku sjónarhóli kalla. Með því að halda listsköpun hvernig hátíð líkt og nú, ætti því bæði listalífi að verða ríkara, með auknu framlagi skapandi kvenna og við sem njótum verkana verðum líka ríkara af skilningu okkar og hlut þeirra í samfélaginu. Þess vegna haldin listahátíð kvenna og ég ætla að segja bara að nú einsetningastir. Við vitum hversu tilgangselt að segja ef eitthvað eða ef ekki eitthvað og það á svo sannarlega við listahátíð kvenna því það algjörlega útilokað að gera sér nokkra grein fyrir hver mikið áhrif þessi hátíð hafði bæði fyrir konar sem tóku þátt og ekki síður viðþorf af almennlegasti framlags kvenna í listum. Takk fyrir. Já, þakkaði kærlega fyrir, Gerla, fyrir þetta frábæra yfirlit. Heyrðu, nú skulum við fá okkur kaffi og 10 mínútur, 10 mínútna kaffipása og þá komum við hingað aftur og þá Harpa með sitt erindi. Ég búin að lofa að halda mig innan tímamarka. Ég gæti alveg farið yfir það eins og Gerla, en ég lofa að hætta þegar tíminn búinn. En mér finnst bara svo dásamlegt að okkur skulle liggja svona mikið á hjarta og komnar á þennan aldur að það þurfa að stoppa okkur af. En svona þetta. Ég ætla að fjalla að það að skapa sér vettvang sem ég held að þessi kynslóð hafi gert og kannski við sem erum á þessari sýningu, ekki bara einar, en við... Já, þannig að það svona mitt erindi það hvernig maður skapaði sér vettvang og ég nota auðvitað mína persónulegu reynslu en ég minnist líka á aðra. Og mér langar að byrja mitt erindi á því að gefa ykkur smá innsýn í þann tíma sem við þátttakendurnir á þessari sýningu ólumst upp við og komumst til þroska á. Og ég veit að margir hér inni vita allt þetta en það gott að rifja aðeins upp því að fortíðin nefnilega stundum orðin framandi land sem enginn kannast við í nútímanum og kannski langar okkur ekki til þess að muna eftir þessu. Eins og til dæmis þessu. Þetta ríkisstjórn Íslands 1980. Hvað eru margar konur? Ekki margar. Heyrðu,
það var kosin kona forseti 1980, þannig að hún situr þarna á samt Ragnhildi Helgadóttur, menntamálráðherra. Þannig að það eru umverulega eini ríkisstjórn og það eru 2 á myndinni. Þetta verður svona nokkur með regla yfir allan áratuginn. Og þarna eru þingflokkur Kvennalistans, það er nú kannski jafnvel einhverja konu hér inni úr honum. Gæti það verið? Já, Kristín Ásgeirs. Og það munaði bara rosalega mikið þetta framboð því að það fjölgaði mjög skart á Alþingi. Það urðu 9 konur á Alþingi og þar á voru 3 úr Kvennalistanum, 6 úr öðrum flokkum. Og þetta ýttu auðvitað við stjórnmálaflokkum að breyta svolítið starfsemi sinni. Og Guðrún Helgadóttir var fyrsta kona sem gegndi embætti forseta Alþingis 87. Þannig að þetta bara svona til að minna ykkur á. Voruð þið búin að gleyma þessu? Og þetta kannski líka bara ágætt fyrir þá sem yngri eru. Og þannig eru þessar 9 þingkonur, 3 frá Kvennalista og 6 úr öðrum flokkum. Og það var stilt upp alveg sérstaklega til myndatöku. Þetta þótti fréttnæmt. Það var svo margt sem þótti frétt. Systir mín var fyrsti kvenkynsposturinn í Reykjavík, það var frétt á forsíðu Alþýðublaðsins. Fyrsta lögreglukonan, munið eftir þessu. Og þarna er fyrsta konan sem vígðist til press og það var bara dálítill hávaði út af því þegar hún Auður Eir var vígð og hann gekk illa að fá embætti til að byrja með. Það var árinu á undan kvennafrídeginum sem við kannski vonandi allar tókum þátt í. Er það ekki? Vonum ekki allar hana? Já, ég vil suma bara í bumbun á mömmu sinni. Já, og þessi áratugur, hann var markaður af fleiru. Það var Rock í Reykjavík, það var mikið punk, það voru margir myndlistamenn sem tóku þátt í þeirri senu, Ella Magg til dæmis, og Brynhildur, var það ekki? Svei mér þá. Og hún var líka umboðsmaður fyrir hljómsveitina Oxmag. Þannig að það var rosa mikið að vera og rosalega mikil orka í gangi. En það var líka mikið stéttabarátta. Því að við hérna fæddust sem sýnum núna á Olgu skömmu eftir stríðslok og það er hafið kaldastríð og það er stéttabarátta. Það var mjög algengt að maður væri spurður hverra manna ertu. Ótrúlegt. Og þá var ekkert verið að sækjast eftir því að heyra að maður væri dóttir sjómanns og læknarittara. Það var verið að leita eftir ykkur allt öðru. En mér finnst svolítið merkilegt að íslenski myndlistamenn hafa fæstir komið úr því sem kallast efri lög samfélagsins. Oft bændasynir og dætur, sérstaklega eldri kynslóðin, en yfirleitt bara af alþýðu fólki sem mér finnst alltaf svolítið ánægilegt. Á þessu tíma gat verið hættulegt að gagnrýna og fólk fekk ekki alltaf opinber embætti út á verðleikana eina og það gat skipt máli að vera í réttum flokki til að fá bankalán eða víxil eins og við myndlistamenn þurftu stundum að gera. Rölt upp á loft í Landsbankanum og reyna að ræða þar við jakkaklædda menn. Og það var reynt að koma höggja á rithöfunda sem voru valdhöfum ekki þóknanlegir. Halldór Laxness sviptur ritlaunum til dæmis, Þórbergur, Einar Bragi lögsóttur, skáld og við ólust upp á tímum þegar það var hótað að sprengja skúlptúra í loft upp og það var gert. Þannig að þetta er svolítið sérstakt andrúmsloft og sem betur fer breytt. Og nú sáu þið þarna áðan, þá sem sáu valdið og embættin, og nú var ekki hefðbundum kallastörfum eins og pólitík eða kirkju, og sára fái kvenkins læknar, ekki í löggunni, keyrði ekki strætó, mátti ekki spila fótbolta eða stunda glímu, verið í Lions, Rotary eða frímúrareglunni, okkur var sagt að konur gæti ekki lært heimspeki, þær hefðu lítinn heila í það, og það var næstum engi kona nefnd í mannkynssögunni sem við lærðum í menntaskóla nefna Florence Nightingale. Og akkurat engin kona í listasögu Janssons sem var kennd á undan listasögu Gombrich og þar er þessi eina, Kitty Kolovich, og þýðandinn, Halldór Björn Runólfsson, hann virðist hafa fengið einhverja sérlega þrönga sín á þátt kvenna erlendis því að hann taldi íslenska konu, ég kem að þessu eftir, vera einhvern veginn miklu stærri og merkilegri hóp, hann virtist ekki gera sig grein fyrir því að það væri líka merkilega listakonur erlendis. Og þessi bók sem hún Heiða sýndi á það, listasaga Gombrichs, hún fjallaði myndlist frá steinöld og fram til 1970. Merkilegt. Kjarni þessara listasögu var hinn hvíti vestræni kallmaður. Það vantaði ekki bara konur, heldur líka heilu heimsálfurnar.
Asíu og Afríku. En við vitum alveg að konur hafa alltaf fengist við listrænu sköpum þó að köllin þættu hún minna virði en karla. Konur voru ekki snillingar, verkið eru oft sögð elskulega og væmin og meðan karla virtust eini hljóti í vöggu gefa eins konar guðlega uppsprettu snilliga hana eins og Guðrún Erla myndist á. Já, við byggum nefnilega við kallaríki eins og kemur kannski fram hér síðar en það var gífuleg gróska, það komið fram þannig sterkar kvikmyndagerðarkonur, einar 3 myndir sem ég held að við öll hérna munum eftir og það var líka svona beauty queens sem við vorum stolt af og þær voru notaðir í útflutning og þetta var tískan, þennan Doris Day. Nú, ég ætla aðeins að minnast á mína prívat áhrifavalda því að það var svo margt sem breyttist á þessum tíma og það sem gerðist auðvitað í þessari annari bylgju kvennabaráttunnar, það voru rauðsokkurnar, kvennafrídagurinn, stofnun samtakana 78, gleymið því ekki, og baráttunni fyrir réttindum samkynhneigðra. Kvennaframboði, kvennalistin, kjör Vigdísar, allt þetta hafði gífurlega mikil áhrif á unga konur, okkar þroskaárum sem nú sýnum á sýningunni Olgu. Þetta andrúmsloft, það eldi sjálfströstið og trú kvenna á að þeim væru allir vegir færir. Dóttir mín var spurði þegar hún var 8 ára gömul hvað ætlar að verða þá verður stór. Hún sagði forseti Íslands. Það má ekki gleymast að það voru líka margir góðir og réttsýnir menn sem studdu þessa baráttu. Því þeir skildu að hún snerist mannréttindi. Þessi tími var undanfarið þeirra réttinda sem unga konur njóta í dag og telja kannski sjálfsögð. En trúið mér, það var barist fyrir þeim. Og kannski vorum við líkar eldfjalli með kvikuhólfi undir niðri, líkt og í verkjuninnar Erlu. Við vorum kannski einhvers konar heklur eða köttlur eða öskjur og Guð veit hvað gerist á næstu dögum. Og það gaus og þetta gos breytti landslæginu, við bættum nýju landi við. Og það búið að nefna hérna námslánin, veitt okkur sem sagt frið til þess að stunda nám, óháð bæði kyni og þjóðfélagsstöðu. Ég vann sjálf með myndlista á handíðaskólanum fyrstu 2 árin því það stóð ekki til boða fyrir maður var komin á 3. og 4. ár og það var mikill léttir að fá þau, sérstaklega eftir ég var komin með barn. Ég þurfti að þræta svolítið við þarna í lánasjóði, en það var önnur saga. En það var líka mikið vegt að fá stuðning frá fjölskyldunni sinni því að svona móralskan stuðning þegar ung kona setti sér það markmið að verða listamaður. Já, ég er búin að tala gróskuna í tónlistinni, rockið og punkið og þurfti ekki alltaf mikla kunnáttu til. Ég veit ekki hvort þú munið eftir leikofnum Svart og sykurlaust sem margir myndlistamenn tóku þátt í. Ég leika einu sinni hálft hreindýr, ég var rassinn. Sá ekki neitt og svo var þetta íslenska kvikmyndavorið og í myndlist var gífurlega mikið gerjun, algjör umbylting má segja og alls konar nýjar aðferðir að ryðja sér til rúms og allur efni við var notaður, allt efni var jafngilt, málverk, skúlptúr, ljósmyndi, vídeó, kvikmyndi, texti, tónlist, ready-made, kollage, gerningar og það var allt til að gera list sem var ekki söluvara. Við þær yngstu í sýningarhópnum og Olgu verðum 70 í ár. Það er yngstu, pælið því. En vorum á þessum árum og í kringu 30. Það stendur hérna í yfirlýsingu Gorilla Girls, við getum vonast eftir því að verða vinsalar áttrætt. Þannig eftir 10 ár, við lifum svo lengi. En við vorum á þessum árum fullar af starfsorku og bjartsýni því við vorum að upplega tíma sem voru ótrúlega spennandi á svo mörgum sviðum með þessu aukna kvenfrelsi og kynfrelsi en kannski fyrst og fremst gífurlegri kvennorku sem engin bönd gátu haldið aftur af. Við skynjuðum okkar eigin kraft og þess vegna finnst mér verkið hennar Erlu mjög táknrænt fyrir þennan tíma. Og mér sjálfri fannst ég vera stödd í hringuðinni miðri þar sem allt væri í umbreytingu og gömul gildi að falla og mín kynslóð að boða nýja tíma bæði þjóðfélagslega og í myndlistinni og þetta var rosalega skemmtilegu tími.
Það stundu sagt að enginn ætti að óska þess að lifa áhugaverða tíma. En við lifum svo sannarlega áhugaverða tíma og ég held við gerum það enn. Og nú komið að áhrifavöldunum. Þetta eru listakonu sem ég dáðist að og þær voru mjög ólíkar og þess vegna kallaði þetta ægi og usli. Það höfðuðu til mín vegna þessara ólíku eiginleika, höfðuðu til agans og uslans í sjálfri mér. Og þær voru jafn ólíkar og Yoko Ono til dæmis, Louise Nevelson, mjög öguð, Caroline Schneemann sem hefur verið nefnt hér áður og var virkilega gaman að sjá þetta verk sem við erum að fara að horfa á eftir, á opnunni, eftir hana Katrín Ingu, þar sem hún að nikka til Caroline Schneemann. Og þessi kona, hún höfðaði líka mikið til mín, Valli Export. Hún ákvað að nota líkama sinn til að snúa á þau sérrendindi karla að hafa konuna sem viðfang. Hún gerði nektina að sínu eigin viðfangsefni og afvopnaði þannig the male gaze sem að feministum hefur verið tíðrætt Hún gerði það óþægilegt og jafnvel ógnandi fyrir karl að horfa á nakinn kvenmann. Og fleiri fyrirmyndi bættust við, mér langar að nefna nokkra íslenskar, það hún Ragnheiður Jónsdóttir Riem sem að heillaði mig, öguðu og ótrúlega sterku málverki. Það þessi kona hér sem situr hér í salnum. Súmari, skólastjóri myndlist og handíðaskólans þegar ég var þar. Og eins og allir vita sem eitthvað hafa komið nála kvennabaráttu, sterk þar líka. Þessi kona fannst mér líka mjög áhugaverður listamaður og var að vinna með svona kvenleg viðföng, konan sem rjómaterta og bækur þar sem spruttu kynhár út úr og ólétti kjólar og ýmislegt þið munið örugglega eftir þessu. Og það var nú Rúrí. Ég sá báða þessa gjörninga sem eru á þessu myndum. Ég var viðstödd sem unglingur í menntaskólanum í Reykjavík, þann Efri, þegar hún sló ásamt félögum gullbensín í tællur. Og þarna þegar hún var í Zoom, í þessu gifs, hvað hefum við kallað þetta? Hún var eiginlega lokuð inn í gifsi og mér er eftirminnilegt göngulæði því það var ekki auðvelt fyrir hann að ganga út. Nú Róska, mér fannst að því ég nú svona svolítið stilt stúlka yfir höfuð, þá var svolítið frelsandi að sjá aðra konu sleppa fram á sér beislinu og gefa svolítið skít í borgarleg viðmið. Og þarna ég í skóla ennþá og það var bannað að sína þegar maður var í myndlist og handíðaskólanu, það var það í brottrekstri. En okkur tókst aðeins að snúa á það og ég hef alltaf verið hrifin af samvinnu listamanna og þarna var ég í samstarfi við Ara Kristinsson sem seinna fór út í kvikmyndagerð og þetta voru gluggar þar sem voru auglýst bíó, það voru myndir úr bíómyndum. Muni eftir þessu, einhverjir. Já, það var víða í bænum fyrir bíóhúsin sem voru fjær miðbæðinum eins og Háskólabíó, Austurbæðarbíó, Laugarásbíó og við fengum að þetta var orðið slitið og ljótt og við fengum að gera þetta upp og þess að sjá að það var mjög hátíðlega þarna ég reyna að boða eitthvað boðskap, getur sem þú tekið mér svolítið hátíðlega og þarna enn á eftir, nú ætlum við svolítið að skoða hvernig þessi hlutvöld voru. Þarna er Margrét Jónsdóttir á samt félögum sínum í Suðurgötu 7 og þið sjáið, það ein kona. Það ekki? Já, svona var þetta. Hér er nýlistadeildin, 77-8, þetta er árgangurinn hennar Ástu, Ólafs. Þar voru reynda 2, hún og Guðrún Hrönn. Og þarna er Magnús Páls kennari þeirra með þeim. Þetta er minn árgangur. Þetta var ánægjuleg stund sem við áttum einhver tíman út á Álftanesi hjá móður hans Daða og henni fannst strákarnir og skeggjaðir og sagði, ég var með þeim sko, akkur geti ekki verið með jafn snirtilegt yfirskegg á hann Ari. Svo við fórum bara niður í skóla og fengum okkur öll mjög snirtilegt yfirskegg, ég líka. En á ný, eina stelpan. Þetta er líka mjög dæmigerð mynd fyrir sýningar, listamenn sem að sýna. Þorbjörg Höskulds þarna lengst til hægri, annars voru þetta kallar mest. En konur tóku bara til sinna ráða. Þær stofnuðu gallerí, þær efndu til viðburða. Ég ætla að byrja hérna á að sýna ykkur, það kom hér í heimsókn 1978
en ég var enn í skólanum, mjög fræg hljómsveit sem heitir The Feminist Improvising Group og kannski þekktustu konurnar voru Lindsay Cooper og Sally Porter, seinna kvikmyndagerðarkona og þær voru með tónleika í Hamrahlíð og báðu nokkra nemendur úr skólanum að koma og vera með í þeim flutningi. Það var mjög skemmtilegt. Nú Langbrekkurnar stofnuðu sitt gallerí, fyrst á Vitastíg, en þið sjáið þannig ekkert nema konur og það er alltaf börn á myndunum þar sem að konurnar eru. Þessar konur, þið þekkið þær vonandi, Sigríði Guðjónsdóttur og Sólveigu Aðalsteinsdóttur, þær eru þarna að kynna í blöðunum sýningu sem var í Ásmundarsal 1979 og var efnt til samkvæmt Margréti hérna á vegum Suðurgötu 7 og Rauðsokkarhefingarinnar 1979. Ég veit ekki alveg hvert tilefni var að öðru leyti. En það voru þarna allavega yfir 20 konur sem sýndu. Og þær voru þess nútíma listamenn, ekki svona mjög hefðbundið, þetta ljósmyndaverk og fleira. Nú, það var líka ýmislegt að gerast erlendis. Þetta hún Erla á vinnustofunni sinni í Stokkólmi, þar sem hún lærði og hún, eins og þið sjáið, málar kröftug málverk og þarna hún í galleríi Barbar sem hún stofnaði á samt félögum sínum. Ég kolféll fyrir Erlu því ég sá hana fyrst á sýningunni sinni í Nýlstasafninu. Mér skilst á ensku heiti þetta Girl Crush, þegar maður verður skotin í stelpu. Það var út af eyrnalokkunum. Hún hafði þrætt saman nagla og slett á það málingu og bara í vír og svo bara vírin í gegnum eyrað. Nú það voru þetta miklu fleiri en við. Og þess vegna ætla ég aðeins að bara svona renna yfir þær konur þessari kynslóð. Ég mun aldrei geta sagt ykkur frá þeim öllum, en þær voru þannig nokkrar ansi kröftugar eins og Jóhanna Kristín með sín málverk, þannig Guðrún Hrönn og Guðjón Ketilsson og eins og ég sagði áðan, góði menn styðja konur í góðri baráttu. Þannig kona sem þekki jafnvel ekki í dag, þetta hún Óli Nordal, byrjaði í textil. Og 1983 þá ákveðið að halda stóra sýningu hér á Kjarvalsstöðum ungi myndlistamenn og ég held að þetta hafi verið að frumkvæði hennar Þóru Kristjánsdóttur sem þá var forstöðumaður og hún hlýtur að hafa haft gaman að því að fá ungu kynslóðina inn en á móti þá var miklu hrárri sýning út í Jóðellhúsi sem að Brynhildur meðal annars var líka að stúsast í kringum. Þannig þið sjáið að konur koma víða við, það eru oft svona framkvæmda aðilinn og þannig eru líka konur með gallerí Grjót, það er svona sjá aftur mynda praktíska og hér ein mynd frá listaháttíðinni 1985 sem jafnaldrar okkar, góði menn, ljómandi myndlistamenn, gagnrýndu í tímaritinu Teningurinn og sagði hún hefði verið svo óreiðkennd og erfitt að horfa á hana, óskipulögð og verkin ósamstæð og allt þetta. Þetta eru svona jafnaldrar okkar að gagnrýna okkur og það kemur meira slíku. En 1985 þá stofnaði ég þetta gallerí í félagi við aðra auðvitað og fekk með mér 15 manna hóp og mér finnst sjálfri alltaf best þegar það jafn kynjahlutfall og það var það þarna í salnum. Við erum þarna nokkuð fyrir utan og þið þekkið örugglega þarna einhverja. Ég til dæmis Önnu Líndal, Björg Örvar, Kristberg Péturs og fleira. Og þarna Megas að skúra gólfin áður en við opnuðum. Og þarna, hann sýndi þarna með konuna sem voru með honum í grafíkdeildinni og kallum þetta Magnús og Meyjafélagið. Og svo það hún Rúna sem var í Hollandi. Það gerist ýmislegt annar staðar en hjá okkur, þannig ég vil bara leggja áherslu á það. Ég segi nú þarna að hún hafi tekið þáttið að stofna Gallerí Lóu og hún var að segja mér það rétt áðan að hún kom inn eftir að það hafi verið stofnað. En hún vann svo sannarlega í þessu gallerí og enn í dag rekur hún Boogie Woogie í Amsterdam ásamt Jan Foss og Henriette van Echten. Nú sterkir málarar, konur sem stofnuðu gallerí
Ásta sáum þessa sýningu 1990 fyrir ofan garð og neðan, fjöldi listamanna sem tók þátt utandyra öll Þingholtin. Þarna eru 2 þeirra verka. Edda Jóns stofnaði gallerí sem enn lifir. Þessar konur, það er ekki allir sem vita af þessu merkilega framtaki á Laugavatni, gullkistunni. Það skipulöðu tvígang listahátíð þar með fjölda listamanna og svo stofnuðu þær vinnustofu, alþjóðlega vinnustofu sem enn er rekin af Öldu og bara mjög vinsæl hjá erlendum rithöfundum og myndlistamönnum og bara alltaf fullbókað hjá þeim. Nú þetta er líka svona eitthvað sem ég finnst heillandi samstarf. Er þetta ekki heillandi samstarf þegar konur geta unnið að myndlist saman? Því við vorum aldar upp við það að maður væri, hinn skapandi listamaður væri alltaf einangraður einn á vinnustofunni sinni. Og það er að hafa marg afsannað það. Nú, þetta er gallerí stofnað af Þóru Þóris og henni Valgerði, Guðlaugs, gallerí Skuggi á Hverfisgötu, Anna Jóa og mamminar Hanna. Og þetta sýnir ykkur að ef þið farið að horfa yfir senuna og í þetta endurlit, það eru kannski 2 gallerí stofnuð af karlmönnum og rekin af karlmönnum. Annars er þetta eiginlega allt konur. Startart. Og listamenn taka oft mjög illaförnu húsnæði, gera allt spikk og span og svo er þetta bara ferða oft eftir leigunni hvort að maður geti haldið þessum húsnæðum og haldið þessum rekstri úti. Þetta er projekt sem það stóði fyrir 2009, mikil ganga við tókum að okkur eiginlega að þrífa eftir hrunið og þetta eru svona skemmtilega konur. Akademía skynjunarinnar er eitthvað sem þær eru enn að reka og hér er kannski nýjasta kvenn afurðan á þessu sviði, gallerí og vinnustofu sem konur stofnuðu til. Já, ég má ekki halda áfram. Nei. Mér langar nú samt bara ef ég má fá 2 mínútur af því að ég nefndi þarna Halldór Bjartur Unnarsson. Það voru bara kallmenn sem voru gagnrýnendur á blöðunum. Og maður fékk auðvitað meðbyr og mótbyr. En eins og Gerla sagði áðan, þá voru blaðamenn mjög áhugasamir allt sem konur voru að gera. Þeir virkilega sýndu okkur áhuga og þetta er heilsíðugrein sem hún Svala tók viðtali við okkur, en við erum kallað 9 stelpur á forsíðunni en 9 konur inn í blaðinu. Það réði Svala ferðinni. Og hérna er Guðjón Friðriksson að tala við okkur, líka mjög elskulegur maður og kvenvinsamlegur og eldri kynslóðin að gagnrýnendum fjallaði af bara mikill fannst mér nærgætni svona byrjendur í myndlist, en svo kemur hér alveg ótrúleg gagnrýni. Þetta er Hannes Lárusson á nútímanum og hann skrifaði alveg ótrúlega gagnrýni sem var yfirleitt svona mjög heimspekileg því hann hafði lært heimspeki í háskólanum, hann þurfti alltaf að sýna að hann kynni heimspeki á með svo stóran heila og allt þetta sem þið sjáið snýst ekkert sýninguna. Það er bara þessi bútur hérna, þarna niðri, við hliðina á verkinu Jóhannu Kristínar. Og ég verð bara að segja ykkur hérna, fyrirsögnin er kjaftasagan háskóli konunnar. Kjaftasagan er háskóli konunnar að því að myndirnar séu af köllum, fólki, köllum og kettlingum liggjandi, sitjandi, gapandi í kös, gubbandi, ríðandi, mígandi, drekkandi, hoppandi, skeiðandi, reykjandi, aðgerðalösu, sofandi, dauðu og ósýnilegu. Ef þetta segir eitthvað konur almennt, þá bendir þetta til þess að það gerir sér fyrst og fremst annað fólk að efni við. Skoðu þá fjarlægð í samanburði við sjálfa sig og segir frá því geti eðirnar smjött á göllunum hjá sumum en öfundi og dáist öðrum. Þetta er ekki fagleg gagnrýni. En þetta voru kallarnir að gera, alveg það sama fólk og fengu allt aðra umsögn. Brynhildur, þú ætlar að tala hvernig það er að koma sér upp vinnustofu. Já. Gerðu svo vel. Takk. Ok, þetta er sko sögustund hjá mér, ég ætla ekki að halda þetta fyrirlestur. Ég ætla bara, náttúrulega ég þarf aðeins að fara yfir afrekarskrána eins og allir hinir eru búin að gera. Sko, ég aftur á móti á 9. áratugnum, ég bjó hérna bara í 2 ár á Íslandi. Það var eftir ég kom úr skóla úr samsagt 82 frá California College of Art and Crafts. Og þá byrjuðum við hérna á þessu hérna. Nei, fyrir ég.
Sko, við Hákon Már Oddsson sem höfum leigt saman í San Francisco, við leitaðum okkar á húsnæði að amerískri fyrirmynd á svona lofti og tókum á leigu halva hæð í iðnaðarhúsnæði á Hringbraut 119. Við vorum í sér ingang baka til, rampur upp á Ingisluhurð og í vesturhlutunum voru skrifstofaherbyggi sem við breyttum í íbúð. Eftir vel heppnað innflutningspartí á nýjársnótt 83 var ákveðið í samráði við aðra listamenn sem voru með vinnuaðstöðu í húsinu að nota okkar pláss fyrir uppákomur á sýningunni Gullfundir andar. Þetta var helgadagsskráin sem við Gunnar Tryggva og Ella Max sáum að skipuleggja fyrir tónlistagerninga og ljóðalistur. Og sem sagt þarna kynntist ég einmitt strákonum í Oxma, Axel, Kjell og Óskari. Vorið 83 flytur ég húsið Guðjón Pedersen með götuleikhúsi Svart og Sigurlaust sem ég var hluti af þangað til ég flutti til New York 84. Við Oxma stofnuðum listframleiðslufyrirtæki og ég var framkvæmdastjórinn. Við tókum meðal annars að okkur sérstöku verkefni fyrir götuleikhúsið, reistum stóra útiskúltúra og sköpuðum leikumhverfi. Hápunkturinn af þessu var 10 daga listahátíðin við Krefjist framtíðar sem endaði með krasttónlingunum í Laugardalshöllinni. En toppurinn hjá okkur Oxma var ótrúlega nýstárleg sýning, Oxstóri Svarthóli í Tjarnarbíói vorið 84 sem var í lauslegri samvinnu við stúdentaleikhúsið. Við ferðumst með götuleikhúsinu Svart og Sigurlaust landið og þegar ég var farin að leika prinsessu sem breytist í frosk, þá var komið tími til að koma sér úr landi og einbeita sér að myndlistinni. Ég flutti til New York og í 6 ár vann ég hjá New York Experimental Glass Workshop á Manhattan, leigði stórt loft í Brooklyn, bjóð þar og vann og leigði út herbyggi og vinnustofur. En mitt stikkorð er sem sagt hvernig að koma sér vinnustofu. Sko, hvernig fór ég að því að búa til flottustu myndugara vinnustofu í Íslandi? Jafnvel í öllum heiminum. Peningalaus og á nokkuð bakhjáls. Hvaðan kemur þetta dræf? Og þá spurði ég einfallega, því ég spurði hvaðan kemur þetta dræf, þá spurði ég hvert er upplagið? Ég er í miðjunni á 5 systkinum og elst upp í sveit á Hreggjarstöðum í Árnessýslu. Þegar maður gat valdi verkfæri fór maður að vinna og sem unglingur náði maður sér sem vasapening í hlutastörfum á Flúðum. Þarna sem kemur upplagið. Það kemur úr sveitinni, það er sem sagt verklagni, vinnusemi og útsjónasemi. Skúltúr þarf sinn stað til að geta orðið til. Á vinnustofunni fæðast verkin og þar þarf að vera hátt til lofts og vítt til veggja og það þarf að vera pláss fyrir allt. Hinn fullkomlega vinnustofa með öllu frá geymsluhillum til sýningarýmis. Staðið þar sem hægt er að stilla upp verkum og eiga þau samtal, fá álit og koma þeim á framfæri. Vinnuaðstæður sem gefur bæði frið og félagskap. No excuses lærði ég fljótt í meistaranáminu Jón Prófsson Marvin Lipowski. Þegar ég mætti of seint á vikulegan þriðjudagsfund og afsakaði mig með því að það hefði verið tafir á lestinni, þá fekk ég leksíuna engar afsakanir. Það er ekki lestin sem olli því að ég kom of seint og vanvirti annarra manna tíma. Það var ég sem valdi að búa yfir í San Francisco í 45 minúta fjarlægð frá skólanum, því skildi ég taka það inn í skipulagið og mæta á réttum tíma. Við vorum 5 konur í meistaranáminu í glerdeildinni í CCAC og þá voru gerða mikla kröfur til okkur að act professional. Og þegar ekki þótti mikið til verkan okkur koma, þá fengum við að heyra this is just a student work. Skólinn var með fullkomið verkstæði og sér vinnustofur fyrir meistaranemana. Við vorum meistaranemarnir hans Marvins, tókum þátt í sýningum utan skólans og stóðum okkur bara býsna vel. Við sáum myndatökuverkana, pakningar, sendingar og allt kynningarefni. Og þegar ég hef verið að hugsa það núna í þessi naflaskoðunum sem eru fyllt þessari sýningu, þá hef ég stundum verið að pæla í því hvort það geti verið að hafi skipt máli og vorum 5 konur þarna saman þessi 2 ár. Þarna var engum við að jafna, við vorum fullkomni jafningar og vorum sannarlega skólaðar í því að vera starfandi myndlistamenn. Dale Hooley, sem síðan var frægasti glerlist og frægasti glerlistamæður í heimi, hann var einn af þeir sem kom við og hélt fyrirlestur í skólanum og ég man hvað mér varst að fáraleg fullyrðing hjá hann þegar hann sagði the most important thing er að eiga símsvara og nafnspjald. En ótrúlegt satt, ef þau hugsa út í það, þá hvar væru við í dag án vefsíðu og tölvupóstsins?
Þetta var semst veganesti mitt úr skólanum, fyrst og fremst hugrekki og síðan 83 hef ég verið fyrirvinnulaus starfandi myndlistarmaður. Hugmyndin að byggja sína eigin vinnustofu var til í skólastrætinu 1981, en þar bjó ég á sumri þegar ég var í námi í Kaliforníu. 1988 sóttum við vinahópur lóð fyrir listamannaíbúðir og vinnustofur norðvestan við Korpúlfsstaði og stofnuðum Gorvíkursamtökin. Fengum Pál Hjaltason arkitekt til liðsöðu okkur og á þeim tíma byggum við Palli ennþá í New York. Því ég flytt heim frá New York 1990 bjó ég 1 ár í íbúð Myndagráfélagsins á Korpúlfsstöðum en ég hafði gengið í félagið 84 og hafði alltaf aðstöðu þar á meðan ég var úti í New York. Þegar Myndagráfélagið var gert að flytja frá Korpúlfsstöðum var ég formaður félagsins og sá flutningana vestur á Nýlendugötuna. En þegar Sím opnaði vinnustofarnar aftur sína vinnustofur á Korpúlfsstöðum þá flutti ég strax þangað og þar var ég alveg þangað til ég flutti inn á Bakkastræti árið 2000. Það var sem sagt 1998, 10 árum eftir að við sóttum þessa lóð, að Þorvaldur í skipulaginu, guðföður faðir verkefnisins, hann tilkynnti okkur Gorvíkursamtökunum það að nú var lóðin tilbúin í Staðahverfinu. 112 Reykjavík, sem var síðasta hverfi í Reykjavík, þar sem einkaaðilar gátu fengið lóð og byggt eftir sín eigin höfði. Okkur var úthlutað sjávarlóð í Slakkar sem gaf okkur möguleika á mikilli loftæð, en hópurinn hafi breyst á þessu 10 árum svo Palli þetta endurtekna allt húsið með réttum aðilum. Minn hluti raðhússins, númer 113, eru 2 matshlutar, 103 fermetra íbúð og svo 142 metra vinnustofa, fermetra vinnustofa með lítilli íbúð og á milli lofti gestaherbergi, skrifstofa og gallerí. En til þess að fá lánsmat á þessum tíma þurfti að sýna 3 mánaða starfslaun og X upphæð í sparnaði á banka. Og ég var semst á eins og starfslaunum þarna, þannig að ég fékk mig vinnu á Gráakettunum í 3 mánuði, þannig ég gat sýnt frá mjög há laun. Svo bauð ég Reykjavíkurborg útilistaverki Klett til sölu og náði þar góðri upphæð inn á sparisjóðsreikninginn. Og þar með var ég orðin lánshæf. Plan B, það þarf alltaf að vera plan B. Þetta var rosalega stórt prójekt og aðalmáli var bara að halda húsnæðinu á sama ákveðnu gengi og ef ég næði ekki endur saman þá geti ég allavega legt út listamannarými með íbúð, haldið námskeið og tekið einhver stór verkefni á vinnustofuna. Svo ég bjó til kynningamöppu menningarrekið listrými, hverfisvænt, kostnaðaráætlun og rekstraráætlun, allt mjög raunhæf plön, engin loftkastalar. Fljótlega vantaði 2 milljónir til að klára áfangan, til þess að opna lánalínundar inn á lánasjóð og inn á íbúðar og lífeyrissjóðinn og þar með kemur bankinn til sögunar. Jón bankastjóri var nú ekki alveg viss hvort það væri eitthvað vita að lána í þetta og þá spurði hann, af hverju get ég ekki byggt mér mín eigin vinnustofu svo Ásmundur Sveinsson og Einar Jónsson? Og hann horfði á mig og sagði, já, heyrðu, jú, af hverju ekki? Og lánaði mér peninginn. Og ég gerði tillögu að gosbrunni fyrir framan höfðustöðvar Íslandsbankana og Kirkjusandi og kynnti Vali bankastjóra tillöguna. Hann var svolítið hissa á þessum myndum og spurði foreldra, þetta innan fyrir utan? Það var nýbyrjað að skanna inn myndir. Mun ekki skvettast á viðskiptavinuna. En aðal fyrirstaðan var samt skipulagsbreytingar og það ekkert víst að bankin yrði í framtíðinni. En hann var alveg jákvæður að það gæti alveg gengið þannig að hann lokaði ekkert alveg á þetta Svo ég semst að gat haldið þessari vöruskiptahugmynd opinni og semst á loka metrónu, það var ekkert veðvar eftir í húsinu í byggingunni og það vantaði pening fyrir loka hnekknum, þá fór ég aftur í bankan og þá var það Árni, besti bankastjóri Íslandsbankans. Hann var nú heldur ekki, hann var ekki alveg hvernig við ætlum að tækla þetta, saman þessar vöruskipti og þá kom ég með þessa hugmynd. Akkur ekki get ég ekki fengið afurðalán. Afurðalán hét lán sem pabbi gat alltaf fengið og þegar hann lagði lömbin á haustin í sláturhúsið þá fór peningurinn af því beintin á lánin, afurðalánin. Og ég var með fulla vinnustofu og skúltúrum og ég sagði mér, þetta eru mína afurðir.
Og Arna fannst þetta alveg brilljant hugmynd og sagði, já, heyrðu, þetta málið. Svo ég sem sagt fékk lán með tryggingabréfi í skúltúrum. Og svo kom hrunið og þá bara fjallánið og sem var komið upp í 11 milljónir og ungu bankamennir voru gapandi af andlendingu yfir þessu láni og þeir kunni ekki að bera fram heitið á þessu. Og Knútur Brún hjálpaði mér eins og oft áður í gegnum þannig skapl og það tók okkur 2 ár að díla við bankan. Og Íslandsbanki fékk sem skúltúrana og það var gengið frá láninu. Nokkur verk úr þessu safni hafa haft frekar óskemmtilega viðkomu í Gallerí Fold en enduðu nánast öll í eigu Listasafns Íslands. All right, vinnustofan. En sem sagt að reisa sér burðarás eða hurðarás. Burðarás öxl er mantra mín gegnum allt þetta tímabil. Ég gerði vinnustofana og listamanna íbúin að klára og bjóð þær í 13 ár og þá semst var íbúðin mín loksins tilbúin. Þannig að rekstara áætlunum minn hún gekk alveg upp. Í upphafið þurfti ég að halda nokkur sinnum námskeið á vinnustofunni og í 3 sumur þurfti ég að leigja út íbúðuna mína. En núna í dag er ég sem sagt 100% af vinnustofunni, hætt að kokka, hætt að kenna og allt gengur bara býsna vel so far. Því það er eins og fjölskyldan mín segir alltaf, þegar hlutinir eru algjörlega komnir á ystunu og þá segir, þér leggst alltaf eitthvað til. Og takk fyrir mig. All right. Opnun? Nei, samtal. Fyrir ég. Já, nú ætlum að hafa þess að myndið að klukkan að vinstunni. Er þetta ekki tæmi? Já, bara takk. Þakka ykkur öllum fyrir þessi frábæri innlegg. Við ætlum að hafa svo litið pallborð og já, þótt að sé ekkert borð, þá ætlum við að bara ef að þeim til koma með stólana og setjast hér, já. Þegar ég fór að skoða sýninguna daginn að þá voru svona þrennt sem að ég staldraði aðeins við. Það náttúrulega, svona, við getum sagt að það kannski verið svona 3 þemu sem að lyftust svolítið upp og það náttúrulega fyrst og fremst náttúrulega kvennabaráttan og þessi kynjapólitík sem við sjáum sérstaklega í kannski verkum Gerlu og auðvitað birtast hjá öllum ykkar á einhvern hátt og eins og við sáum áðan í fyrirlestrunum hjá Gerlu, það er þessi kvennasýning 85 sem er svona ákveðin varða. Nú, svo tók ég eftir því að það er í mörgum verkum, það er ákveðin áhersla á landslag og svona endurskoðun á landslagshefðinni. Það er líka eitt nýtt sem að kemur inn og það eru verk sem að fjalla einhvern hátt loftslagið og þá er það kannski fyrst og fremst gjörningaverk Rúriar þar sem að hún til dæmis að virka loftið á einhvern hátt og þetta fannst mér líka vera mjög snýstárlegt. Er einhver heimþrá eins og í verkum Svölu þar sem að hún að skrifa bréf, það er þetta verk sem að kemur úr einkaeigu og ég hefði rauninni aldrei séð áður sem ég fannst áhugavert. Nú, svo að lokum þá er það þessi samruni eða bræðingur eða hybrid eins og það er oft kallað og það er þessar verur sem að koma fram og í mörgum tilvikum þá verða þær bæði lífrænar og ólífrænar og það fannst mér spennandi. Til dæmis, Brynhildur, hvernig þú ert að nota steinsteypuna og hrosshár er það ekki? Textílkona, segði Bragi væri? Textílkona. Textílkona og hrosshár. Og svo kemur þessi tótemism og erótík hjá Erlu. Nú í viðtölunum eða viðtali Erlu og Bekkjar þá kemur fram að Erla segir hún hafi orðið fyrir miklum áhrifum frá sýningu sem var í New York og mjög merkileg sýning og þessi sýning og hún líka orðin svona varða í listasögunni eða listfræðunum. Það er þessi sýning 1984 Modernism og Primitivism sem hafði auðvitað líka mikil áhrif á nýja málverkið en það er sem sagt svona á einn bógin eða annan bógin þá er það þessi tvíhyggja sem við sjáum til dæmis hjá Erlu í erotíkinni og í primitivismanum og mér finnst kannski að í verkunum þínum Brynhildur sem að standa fyrir fram á málverkin hennar Erlu að þar þú kannski á einhvern hátt að brjóta þessa tvíhyggju svolítið upp með því að tengja frekar við þetta lífræna. Þetta fannst mér vera
svona áhugaverður sjónrætt og náttúrulega líka svona hugmyndafræðilegu punktur sem að þú kannski kemur með þarna inn. Já, son sem 30, sem hefur verið mjög aktífur í myndlistan, ég fylgist vel með þeim hópum sem hann hefur til og með við Gufunesi og fleira. Mér finnst alveg yndislegt að sjá hvað það ríkir mikið jafnrétti hjá allavega þeim sem hann er að umgangast. Það er hann og stelpurnar skiljið mig og hans félagar. Ég er að vona að sú kynslóð, þessi sem er sko nýinn á sviðinu eða tiltölulega sé komin ansi langt í því að vera í jafnrétti. Það þurfi ekki að vera að þau bara en þetta er náttúrulega bara svo sem það sem mín tilfinning en ég held að sko strákarnir okkar kynslóð og næstu fyrir neðan eða næstu, þeir eru alveg margir af sömu kallpungarnir og vonu bara í gamla daga. Þeir hefur ekki breyst neitt og engin, ég meina þú þetta alast upp. Þetta er svo, sko þessi kallmennska, hún er svo rótgróin. Það er ofsalega leiðilegt að segja einhvers konar fyrirlitning en einhvern veginn að meta ekki konur af velleikum. Ef þú elst ekki uppi það frá blautu bassbeini þá þarf svo ofsalega mikið til að þú þarft alltaf örgulega held ég þeir strákar að vera á tánum það eða kallar að vera að gera rétt sko. Það fer ekki inn í merg og bein, skiljið hvað við. Það getur ekki verið afturvirkt. Þeir eru mótaðir okkar jafnaldrar af ákveðnum atriðum og eins og þið sáu bara þessi gagnrýni, þetta er jafnaldrar okkar sem er að gagnrýna okkur, fæddu 55 og er bara komin með penna á dagblaði og til þess að geta hamraði hausinn á jafnaldrum sínum. Og þetta gildir voðalega marga. En jafnvel sko þá segja þeir nú fer kallrembu púkana og þá eru þeir búin að staðsetja sig hinum einn, þeir eru ekki kallrembur sko. En svo skín kallremban algjörlega í gegn. Ég held það sé ekki takt að, endurhæfa þá. Mér langar samt aðeins að koma inn í þetta af því að ég held nú að sko talandi að líta aftur í tíman og endurskoða söguna þá er náttúrulega ekki alveg hægt að snúa öllu við. En verkefni eins og þetta sem við erum að klára hér, það er náttúrulega dæmi viðleitni til að endurskoða viðhorf fortíðar. Nú mér svo mikið á hjarta að ég fekk ekki að klára undir mitt. En akkurat í því þá var svo ansi góð tölfræði sem sýnir það þegar Ólöf tekur við og bara frá árunum 2017 þá breytist allt hér af því það er unni markvisst að því og það eru sýningarnar sem að bækurnar fylgja í útgáfunni, það sést í innkaupunum og ég var meira sem eina glæru sem stóð bara bravo, klöppum fyrir Ólöfu og ég held að það sé alveg óhægt að klappa fyrir listasafni Reykjavíkur og þessa bækur sem eru að koma núna og bókin Hildi og bókin hana Borghildi Ósk. Þetta er stórkostlegt framtak og ég ætla að gefa þér eina gjöf. Þú þarft ekki á hana að halda. Þetta er frá Gorilla Girls og lestu þetta nú. Dearest art collector, it has come to our attention that your collection, like most, does not contain enough art by women. We know that you feel terrible about this and will rectify the situation immediately. Eigum við þá kannski bara ljúka þessum skemmtilega degi með þessum orðum? Já, þá ætlum ég að gefa þér orðið. Þakka
þeim sem að unnu að þessari bók og Becky fyrir að vinna með hana og Markusi sem ekki með okkur í dag sem var líka góður liðsmaður í þessu verkefni og Æsu og ykkur öllum fyrir framlagið í bókina og afhenda fyrstu eintökin listakonunum sem eiga verka á sýningunni. Ertu til að hjálpa? Þannig að ég bara legg til að við klöppum fyrir þeim og þeirra framlagið þessari bók. Þeirra raddir eru þar.